strandinni? Ja, okej.
Fóruð þið suður það? Aldrei suður, það rigning. Það var skoðað klukkan 11:30. Það var skoðað aftur klukkan 11:30. Já, það átti að reyna að keyra eftir hádegi, sko. Já, þú veist þess að hinn sem fórst ekki suður.
dag. Ég fer ekkert fyrir en að þessir þeir eru farnir.
Já. Verðlaunaafhendingu hérna. Og við ætlum að byrja í mínus 500 hestum. Þriðja sætið í undir 500 hestum er Jón bóndi og Danni. Jón bóndi og Danni. Liður að slástu hvort var neðri og og fyrsta sæti hlýtur smá drömmustopp. Sigurður Hafsteinsson. Þá er komið að 500 plús í hestunum.
bílurinn hér. Trökkurinn að mati margra er SE 714. Ég á hann. Ég á bíl. Eigandinn. Já, eigandinn, það er ekki að laga fyrir. Takk. Það bíl meira hérna. Og líka fórhóla, takk fyrir kærlega æðislegt. Já, Þú veist enginn er ánægð með þetta. Hey, lyft þeim svona upp, strákar. Já! Svona! Og ég lyfta þessu svona. Já, annars getur þetta ekki gengið. Nei. Björn, þú mann skess. Já, ég veit. Ég er líka bara svo lítill. Ég er alltaf að halda þessu. Æ. Til hamingju. Breiðband. Brynjar, segðu mig frá tildrögum þessar keppni. Þetta er verkefni sem ég er búinn að þróa í 3 ár að gera og ákvaði núna að láta á þetta reyna vegna þess að ég fékk góða styrktaraðila með mér í þetta. Og ok, við pröfum þetta. Þetta er að virka. Þannig að ég vonandi að við getum gert þetta aftur að næsta ári. Ég var búinn að hafa þetta í huga í 3 ár og þetta hefur aldrei verið gert áður og við ákveðum að pröfa þetta og við fengum 13 keppendur í dag, þannig að það er bara mjög gott. Lítið mál að sækja styrktaraðila? Það er upp á hann. Við fengum einn mjög góðan styrktaraðila í þetta sem er Pólsen í Reykjavík. Ég hafði samband við þá og þeir voru mjög jákvæðir í að taka þátt í þessu og borguðu fyrir okkur öll verðlaun og annað slíkt í kringum þetta. Þannig að þetta er bara mjög flott og verður vonandi bara gott samstarf á milli mín og þeirra. Sigurður, nú tókst þú þátt í þessari trukkagötuspyrnu hérna í dag. Já. Þetta er fyrst skipt sem þú hefur gert það? Fyrstu tíma ég keppi og fyrstu tíma keyri hana bíl. Já, nú keyptur nýjan bíl núna, eða fékkst nýjan bíl núna daginn og ég veit að það var þrautalengi að fá hann fyrir helgina til þess að taka þátt í keppninni og það tókst. Já. Hann kom til landsins 8 á miðvikudagskvöldið og náði hann út á 15. morgni 11:00 og þá var farið beint í því bara að þrífa og sæna og fara yfir hann og laga það sem var ekki í lagi og komin í skoðun og það hafðist að höfsta klukkan 3:30. Og þetta er náttúrulega, þú náttúrulega keyrði bara bílinn norður þannig að þú komst alveg óundirbúinn í þessa keppni þaðinn. Já, mín er reynt að keyra Sifjar norður fyrir nótt og hérna var komin hérna klukkan 4:30 og svo bara vaknaði ég í morgun og rétt náði upp á braut þegar þið var að loka liðinu. Þannig að þér hefur fundist þetta gaman í dag og við tókum eftir því að þú fékkst fyrstu verðlaun í þínum flokki í dag, þannig að þetta hefur skilað sér. Þetta er þetta er náttúrulega heppni líka en líka kom feilpústa, ég draf tvisvar af honum og náðum ekki gíra stifti en þetta hafði samt sem öðru. En númer 1, 2 og 3 að hafa gaman að þessu? Þetta var mjög gaman sko og hérna þetta er líka öðru sem tæki þannig að þetta er svona spennandi að pröfa eitthvað nýtt og fúlerkassinn er þannig að þegar maður þekkja hann ekki að þá þarf maður að kynast svona aðeins með svona tíma. Já, þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi keppni heldur en það gengur og gerist hérna á bíladögum, þannig að þetta eru bílar sem eru stórir og miklir og þungir á móti fólksbílum og jeppum og öðru slíku hér. Já, ég var hérna bíladögum sumar og þá tryggast við þá og fannst hún frekar róleg, allt með frekar hægfæri bíla og hérna við séum það á þessa leiðin til landsins og við séum það var nú gaman að ná aftur í eitthvað svona en þetta er mjög gaman að sjá svona tæki hvað sem er stóra eða lítil hjólaði bílar að taka þátt í svona keppnum því að þetta er alltaf spennandi og gaman bara.
Hefur áhuga á svo að koma aftur árið með hann? Það er umtalega, ef maður fær einhver sponsor til að flytja sig norður hvort það sé með einhver flutninga eitthvað, þá ef maður kemst í svoleiðis þá kemur það norður. Þakka þér fyrir Sigurður. Þetta var mjög gaman og ég er alveg, ég ætla að reyna það, reyna að gera þetta aftur. Þakka þér fyrir. Takk.